Hér verður sýnt hvernig notar Google Meet. Ég heiti Ólafur Kristjánsson og þessi fræðslumóli í boði Iðunnar fræðsluseturs. Google Meet hópfundarkerfi, ekkert ósvipað og Zoom sem að margir þekkja. Ég ætla að sýna þetta Google Meet og ég ætla að fá félaga með til að koma og spjalla við mig í gegnum þetta fjarfundarkerfi og sýna líka hvernig ég get sýnt honum vissa hluti úr minni tölvu þar sem hann getur það séð í sinni tölvu. En til að fara inn í Google Meet þá þarftu hreinlega bara að fara inn á leitarvélina og skrifa Google Meet. Og Google Meet í rauninni bara vefur sem þú hefur aðgang að. Þú þarft að sjálfsögða að vera með Google aðgang til þess að geta nota þetta. Þú þarft ekki að setja neitt hugbúnað í tölvuna, en þú getur sett app í símaðinn eða snjalltæki til þess að nota Google Meet. Ég smelli bara hérna og í þessu viðmóti þá hef ég bara tvo valmöguleika, það er að segja fara inn á fund hjá öðrum eða búa til nýjan fund og það ger ég hér. Smelli hérna á hefja fund og í þessu viðmóti hérna smelli ég á tengjast núna. Og til þess að láta aðra vita þessu fundi, þá smelli ég hérna bæta við fólki. Nú, ég get líka afritað slóðan á fundin til þess að senda þá inn á Messenger, WhatsApp eða sendi tölvupósti. En til að bæta við fólki, þá bara smelli ég hér. Sendi viðkomandi tölvupóst með því að smella hér. Nú, hann komin hérna í samband við mig, hann Sævar Helgi Geirsson. Sæll Sævar. Sæll Ólafur. Ertu búinn að nota Google Meet einhvern tímann áður? Nei, ég ekki alveg alls kunnur það. Ég er mjög áhugasamur að læra á það. En það sem ég ætla nefnilega að sýna hérna í þessari kennslu það, ég ætla að sýna Sævari hvernig hægt að sýna honum vefsíður úr þessari tölvu sem ég í, þar sem hann getur þá í rauninu hlustað einhvern fyrirlestur við skulum taka það bara ferðarþjónustu sem dæmi og ætla að sýna honum vef sem heitir tjalda.is og sýna Sævari hvernig hægt að finna tjaldstað á Íslandi fyrir ferðarsumarið okkar. Ég ætla að sýna þér hérna vefinn tjalda.is og það sem ég geri, ég fer hérna neðst niðri hægra megin, byrja kynningu og hérna get ég farið Chrome-flippa. Til þess að áður en ég geri þá er ég farin á vefinn og skrifa hérna tjalda.is. Fer hérna og síðan smelli ég hérna á Chrome-flippi. Og hérna ætla ég að sýna Sævari tjalda.is, svona, og geri sér. Sævar, sér þú vefinn hjá okkur? Já, skýrt og greinilega. Það sem ég ætla að sýna þér í þessu fjarfundar spjalli hérna, það er einmitt þessi vefur hérna tjalda.is. Hérna getur þú farið yfir í yfirlitskort. Sér þú músina mína hérna? Já, mjög vel. Þannig hérna á þessu yfirlitskort þá sjáum við öll tjaldstæði á Íslandi. Eitthvað sérstakt tjaldstæði sem þú myndir vilja skoða? Sko, venjulega fer nú fólk bara hringinn, held ég svona af öllu venju, sko, en ég vil fara þarna inn í land og skeiða á Gnúpverjahrepp. Ég myndi vilja skoða það þarna upp í landi, það sem með músina akkurat að náðan. Já. Það er inn í landi, sko. Hérna einhvers staðar, á þessu svæði? Já, farðu aðeins ofar til hægri. Aðeins áfram upp í land, lengur upp í land, lengra. Þarna. Sissi, sko, þarna, sko. Kerlingafjöll, já, akkurát. Eða hvað, ef þú að fara kannski nær ströndinni. Við getum gert það. Já, þá förum við bara í hérna Þórsmörk. Þórsmörkin, það er hérna, við sjáum það hérna, en síðan, mér langar að því við erum komin á þennan stað hérna, þá er þetta farin á vegagerðina og við getum farið inn á, séð hérna í rauninni hvernig aðstæðunar eru, hvernig veðurfarið er á þessu svæði í gegnum vefsjá vegagerðarinnar. Þannig að núna sér þú vantarlega vegagerðarvefinn, eða ekki? Jú. Og hérna smelli ég á vegsjána, að ég ætla að sýna Sævari vegsjána. Við ætlum að koma hérna kíkja hérna niður á Landeyjahöfn. Já. Þú þekkir aðeins til Vestmannaeyja, ekki satt? Jú, borinn og barnfæddur eyjapeyji heldur betur. Hérna smelli ég á myndaðilina á Landeyjahöfn. Hérna eru akkurat gatnamótin og ég fæ miklar upplýsingar. Bæði getið smelt á myndaðilina og þá fæ ég myndavél upplýsingarnar sem eru á staðnum. Þannig að hérna er ég að sjá myndirnar á rauntíma og ef ég smelli hérna á þennan hnapp hér þá fæ ég aðra myndavél. Þetta eru 4 myndavélar sem ég get farið hérna á milli. Þannig að við sjáum að það er bara fínasta veður. Þannig að í þessu fjarfundarkerfi þá get ég verið að sýna bæði forrit, vefi og allt sem er á skjánu hjá mér. Þar fyrir utan ég get náttúrulega verið með fullt af fólki sem getur tekið þátt í þessu fundi
og það sem að Google Meet hefur fram yfir Zoom, að þegar þú ert að nota Zoom þá hefur 40 mínútur þér að kostnaðarlausu til þess að halda fundin. Ef þú ætlar að fara í klukkutíma fund þá þarf að borga eitthvað smávegis fyrir það. En Google er með 24 tíma ókeypis, þannig að þú borgar ekkert fyrir 24 tíma fund. Þannig að þeir sem vilja vera á 2 tíma fundi þurfa ekkert að greiða fyrir það. Þannig að eina sem þú þarft í rauninni að hafa í huga hérna, það er að, ég ætla að stoppa þetta hérna og fara hérna yfir á Sævar aftur, svona, að það er þegar þú ert að stilla myndavélina, að þá getur þú þurft að fara hérna í 3 lóðréttupunktana hér, fara í stillingar og hér getur þú þurft að fara inn í myndskeið og velja hérna úr 360 punktum yfir í 720 til þess að fá betri myndgæði. Það er rosalega þægilegt að hafa þessa valmöguleika ef að nettengingin er ekkert sérstök að þá getur tekið myndgæðin aðeins niður í 360 eða 720. Þannig að þegar hærri tala þá er það betri myndgæði. Þannig að þegar þetta er komið þá bara lokar hérna og þú tekur strax eftir að myndgæðin verða miklu betri. Nú þegar ég slít fundi eða ætla að hætta þessu fundi, Sævar nú skulum við bara hætta þessu, þá smelli ég hérna á þennan hnapp hér. Ef ég vil taka myndavélan úr sambandi þá er það þessi takki, ef ég ætla að taka hljóðu úr sambandi þá er það þessi takki hér. En að slíta samtali er bara þessi rauði hérna í miðjunni. Það er líka hægt að stofna til fjarfundar í gegnum Gmail. Þannig í þessu viðmóti hérna er komið nýr hnappur sem er hérna neðst niðri vinstra megin. Hérna get ég farið í hefja fund eða tengjast fundi. Þannig að þú þarft ekkert endilega að fara inn á Google Meet, þú getur gert það út frá tölvupóstinum. Áður en þú prófar þetta kannski með einhverjum öðrum, þá getur þú prófað þetta bara með þínu eigin kerfi, þar að segja að þú getur nota tölvu og svo snjallsíma og prófað að tengja það saman í fjarfundi og sjá hvernig þetta kemur út.